sitt að FM 95 Blöð hafi göngu sína þennan þriðjudaginn og eins og alltaf á þriðjudum situr hann beint á móti mér Krullharða kjötbólan, Sverrir Þór Sverrisson. Sveppi Krull, verður velkominn. Þakka kærlega fyrir það, en ekki lengur krullóttur! Nei, herru, þú ert bara búin að snúða þig eiginlega. Nú, sko, ég er búin að raka, ég er búin að ríja mig. Sko, þú ert ekki með skegg. Nei. Og svo ertu... Þú er með svona þryggjadaskegg. Það er nettu tjokk á þig núna. Sæll! Það er nú sett komin á markaðinn. Nú er það, því að ég er með þryggjadaskegg eins og þú og skalla eins og þú. Já. Það er svo sett komin í samkeppni við gamla. Já, en munurinn á mér og þér er sá... Hver er munurinn á mér og þér? Ég er bara að tala. Ég líka, hver er munurinn á mér og þér? Þú ert svo snöggur í vörðnöndi. Ég vissi að það var að koma eitthvað við Björg, hver er munurinn á mér og þér? Ég valdi það að vera svona hausinn. Já, reyndar. Þú ert samt komið smá reyður. Þannig að þú ert samt ekki, þú ert ekki sköldóttur. Með krullur, eða svona. Já. Þú ert aðeins búin að snirta þetta. Já, ég ætla aldrei að safna krullum aftur. Akkur? Æ, ok, ekki það. Krullur eru svo rosalega mikið þú maður. Þú var nefnilega málið með krullur. Já. Fór í taugarnar að þú varst úlningur til dæmis. Já. Fór í taugarnar að þú væri með krullur. Já. Vildur þú vera með svona slett og flott hár? Já. Það er máli. Já. Og reyndur að sletta það eitthvað sjálfur eða? Já, það var nú ekki fyrir svona í seinni tíð þegar ég var orðinn svona 18 ára og mér langaði stundum að vera svona vaskreitur og setti stundum í mig strípur og svona. Þá, ángríns pröfaði það því að frændi minn Óli markmaður í Val, Ólafur Benediktsson, Óliver, hann svaf með nælonsokk á hausnum. Nei. Jú, ég pröfaði þetta. Sem sagt að svo með nælonsokk á hausnum til að losa það við krullur? Já. Varstu hvað, já, ok. Nei, þú reyndir alveg allt. Nei, ég var ekkert eitthvað grenjandi með nælonsokk. Ég langaði bara að prófa þetta. Ég bara þreif á mér hausinn og var með alveg blautt hár, smelti nælonsokk á hausinn á mér. Ég gerði þetta nú bara einu sinni. Já. Þannig að þegar ég vaknaði morgunin eftir, renni slétt. Já. Renni slétt. Og varstu ánægð með það? Já, þangað til að ég fór út og það var rigning og það krullaðist allt. Það er þetta bara í svona romantíska gamamynd, lappar út í rigningur og... Það var bara alveg leið, sko. Já, en það er hérna, ég mannstandur úr í 70 mínútum og þá tókum við krullurnar og sléttuði með eitthvað sléttujáðni. Já, og það er orðið partytricks hjá mér í dag. Já, það var mjög astnalegt. Epíst, sko. Já, þá svona sáum við líka í fyrsta sinn að blöðmaðurinn var ekki svo eini sem var að missa hárið í 70 mínútum. Nei. Það sást betur hvað búið að leika En munurinn, já það kemur þetta aftur sko. Að munurinn á mér og þér sko. Þér er drullið segðan Hvað á ég að heyra þetta oft? Það er svo djöfisir stemming í okkur kæru hlustendur. Ég ætla að vona því hafið það gaman og við Auðun Blöndal hérna í fullu stúdíói af fólki hérna með FM 95 Blöð. Fullu stúdíó af fólki, það er ekki sála hérna inni. En það er eins og það fjör og verður í allan dag. Við erum með Jón Ársæll, what a man. Sæll Jón Ársæll. Það er allt að gera, ég sagði þér. Gaman að sjá þig. Jöfn. Jón Ársæll, veist hvað hann fær? Hvað hann fær? Já, ég verð að gefa hann með svona. Látt sér ég sé Jón Ársæll. Ó já, eða einhver sem átt að skilja, þá var það hann. Já, hann var bara poppað inn, hann vildi þetta ekki koma í spjall. Nei, það er ekta hann. Já. Hann er svona, kemur, sælir, og við alveg, hei, og svo er hann farið. Já, hann vildi bara svona minna á sig. Hann er svo jólasveitin. Hann er svona rólegur og svona, fer svona, veist, svona mysterious, fattur þau, svona dulafullur. Já, þetta við köllum þetta að læðast köttin eins og heitur grautur. Já, hann gerir það, en ég held eins að þegar hann er komin heim til sín, hann sé kolruglaður. Já, það ekki? Ég er búinn að heyra það að hann sé kolreglar í rúminu. Og best er það, sýstíðin sem sagði það. Við erum með Fanta þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við verðum í, miklum gýr og það sem er framundan eru sturla staðrendir. Við ætlum að ringja í konuna. Það er eitt svona legendary símdal hér hjá okkur Sveppa í FM 95 Blöð þegar við ringdum. Ég ringdi sem Kitty Balda og þóttist vera flutturinn úr stigagang og þá kona sem að var svona, bíllinn í stæðinu og heyrðu aldrei hvað ég var að segja? Þetta er eitt af þeim atriðum sem má alveg heyrast aftur í. Já, þetta er svona með vinsællega, en það sem við Sveppi ætlum að gera eins og eftir, við ætlum að hringja aftur í hana. Já, og aðtóa hvað hann er að bralla í dag. Já, því við erum búin að hafa upp á númerinu hennar og það verður áhugavert. Og þetta er bara nótið þess að fólk hlusta á allan þáttinn, sko. En við erum með meira. Sammála, við erum líka með talað við símtal. Talað við símtal, já, sem er snilt, já. Skemmtilegu liður. Unnur Eggerts, ung og efnileg sönguna, ætlar að koma hérna í þáttinn. Já.
Sola Styrra. Já, sem lendi öðru seti í Eurovision. Já, og hún með nýtt lag sem hún alltaf frumflytja hér í þættinum, þannig að það spennandi. Já. Svo ætlum við líka bara að ræða allt milli heimis og jarðar. Sveppi, Já, þú ert búin að skrifa hérna inn á handriðinu. Það dagskrárliðurinn minn. Herðu, þú ert bara krotin á handriðinu mitt. Lögin að Sveppa. Já, það nýr dagskrárliður. Er það eitthvað nýja Disneynu, barnadisneynu? Nei, þetta fjölskyldudiskur. Þetta fyrir alla fjölskylduna. Ok, þú veist, Ert þú ekki fjölskyldumaður? Já, við erum svona spilafattar, þú veist, top 10 tónlistina. Það er fullt af mæðurum hérna úti sem eru að hlusta á þáttinn, sem eiga börn og finnst ógeðslega gaman að hlusta hérna á Justin Bieber og eitthvað svona kjaftaði fyrir sjálfan sig og svo heyra þau lögin að disknum mínum og hugsa þetta væri nú sniðugt fyrir krakkan minn þó svo ég fíli FM. En heldur þú séu margir hérna úti núna sem eru að bíða bara eftir sangasalæginu eða? Það er ekkert lag sangkassa. Já, ok, hvað heitir þetta? Kókamjörkulægi eða? Kakólægið. Það er þetta mjög gott. En við ætlum ekki að spila það. Ég ætla að leyfa að heyra 2 lög og við ætlum að ræða þau. Það verður mjög skemmtilegt, kæru hlustendur, hvet ykkur til að fylgjast með FM 957 hér í allan dag. Eins og þið heyrið, við erum í gír. Byrjum þetta á Kings of Leon. Use somebody. Eða nota einhvern. Þú veit ekki að ég notaði einhvern eins og þig. Styttist í Vestlunarmannahelgina og þetta eru strákarnir í Kings of Leon hér með lagið Use Somebody. En eins og alltaf á þessum tíma dags að þá er komið að slúðri hér hjá okkur strákunum. Já, það eru margir sem bíða spenntir eftir slúðrinu. Já, ég ætla að byrja, sko, ég veit ekki, nei, ég nenni ekki, veist, Pete Doherty, veistu hvað það er? Pete Doherty? Já, Pete Doherty. Doherty, já, hann er í hljómsveitinni Doherty. Nei, Baby Shambles. Baby Shambles, hann var í Idolnu. Nei, hann var með... Nei, hann með Kate Moss. Já, rétt þér. Já, algjör dópisti. Og viðbjör, hann er farin aftur í meðferð. Já, flott hjá hann. Já, en... já, En akkur hérna... Ég nenni ekki svona fjallum það veit enginn hver þetta er. Jú, þetta er snillíkur maður. Tónlistarmaður sem sprautar sig með heroinni. Það er bara aumingi, það er sem hann er. Það er bara svo Keith Richards. Snillíkur. Keith ekki hættur? Jú, hann er hættur í heroinni. Hann er svona næstu skíturinn, sko. Er hann í öllu öðru þá? Já, ég meina, maður verður að halda sér úr lífi. En það er bara hann. Ekki þið þarna úti. Stay in school. Leave the drugs alone. Ég sá einhverja heimildamynd Rolling Stones og það var að finnast það sem var sagt í myndinni. Þá var Mick Jagger að segja að það var alveg skelfilegt af því að hann var alveg búinn að læra inn á það að hann gæti ekkert haldið í við Keith Richards og hann sagði að það versta sem að fólk lendir í þegar það er mikið í kringum Keith Richards það er heldur að geta gert það sama á Keith Richards þá var allir bara dauðir í kringum hann og þoldi ekkert það sem hann var að gera. En talandi eiturlyf og tónlistamenn Justin Bieber, hann er í smávissinn núna eftir að það fannst gras í rútunni hjá honum í annað sinn á 4 mánuðum eða marijuana. Og Justin Bieber var reyndar ekki sjálfur í rútunni þannig að hann var ekki hægt að handtaka hann sjálfan en þeir sem er að ferðast með honum hvort sem er hann sjálfur eða bara þeir sem er í kringum hann virðast vera að henda í einhverja jónur hérna í rútunni því að þetta er í annarsinn eins og ég segja 4 mánuðin sem að finnst cannabis í rútu Justin Biebers og það er ekkert að koma allt og jákvæða fréttir Justin Greiðu þessa dagana. En ef það myndi finnast 1 lítar að landa í rútunni hans væri það allt í lagi? Okkar ætti hann að vera að kaupa landa, maðurinn alveg nógu pening til að koma sér brennivín, sko. Já, það er brennivín. Já. Skilur Já, ég menn, þú mátt kaupa brennivín. Gras er ólöglegt, Sverrir. Já. Já, fyrir hvað, sittu bara hérna sem einhverju gamall hassus. Nei, ég er bara svona, sko, í Ameríku, það reykja allir kannabisefni. Já. Og það er bannað með lögum og ég meina, það er hættulegt og það sljófgar á þér hausinn og enda með því að drepa þig. Og líka, þetta er það sem þeir kalla hérna gay drug. Gay drug. Ferðu oftast úr marihuana í eitthvað sterkara, sko. Já, einmitt. Þetta dregur til dauða á endanum. Já, bara, þetta er viðbjörn. Ég þoli ekki þegar einhverju svona hassvillisingar að monta sig það reykja gras, sko. Já, en hérna, ég er alveg á móti grasi og allt það, sko. En bara, mér finnst það ekki vera neitt rosalega mikil frétt að það finnist smá gras í rútu. Já, í rútu, þetta er bara þetta rútur hans Justin Bieber. Það er reynda þegar þú segir það, Sveppi. Það er eins og fjölmiðla séu að reyna að gera Justin Bieber geðveikan. Já, ég meina, var hann ekki að hrækja á einhvern daginn? Já, það er reyndar ekki þetta, hvernig ætlar að verja það? Stóðu upp á sölum að hrækja aðdáðandi sínar. Ég get varið það á 0-1. Nú, hvað er með það? Gæinn er 19 ára. Já, hvað, varst þú hrækjandi á fólk 19 ára? Já. Þú varst reyndar að safna hlandi í bílskjótum þegar þú varst 19 ára. Einmitt. Skilurðu? Sem betur fyrir var ég ekki frægur þá. Þá er ég í fucking jailinu! Justin Bieber, nei, hvað? Justin Bieber safnar hlandi.
Já, það er gæinn er samt 19 ára. Ég veit að hann að sagt að vita betur en að standa upp á svölum og hrækja aðdáðandi En sína. það er bara, þegar þú ert táningur, á aldrinum sko 13-20, þá er einhver efni í líkamannum sem að gera það að verkum að þú ert minna hræddur heldur en venjulega. Til dæmis eins og ég, og miklu lífræddari. Í dag, skilur, og náttúrulega þú pælir ekki í því þegar þú ert 10 ára. Nei. En á þessum aldri þá ert það uppgötu ýmislegt. Já, og það er líka sko, með Justin að það sem að ég hef áhyggjur af mönnunum sem er í kringum hann, því að hann virðist vera svoleiðis aðminn einhverjum jámönnum, eins og myndinir á hann þegar hann að hrækja fólkið, þá eru einhverju 2 guttar að hann hliðan á hann skelli hlæjandi. Bara þetta var flott, já, Justin. En er það ekki bara einhverju vinir hans? Já, eða bara, þú veist, leeches. Já, ég veit það. Bara, ég veit það ekki. Ég vil slengja þessu á aldurinn, sko. Já, ég reyndar, hann á eftir að vera 27 ára einhver tíman og hugsa tilbaka og ég vonandi þá bara ekki orðin klikkaður eins og séru hvað gerist með Britney Spears greið. Það er bara eins og fjölmiðlar sé að reyna að henda Justin í sama bakkan. En ég bara velti því fyrir mig, hver vill ekki láta Justin Bieber hrækja framan í sig? Ég er Team Bieber, ég er sammálaður núna, ég ætla að taka upp hanska fyrir hann. Þetta er bara Keith Richards myndi vera að hrækja á einhvern, ég myndi bara hrækt á mig. Nei. Svo ég hlaupa bara með slummuna í andlitinu, veit ekki að hrækt á mig. Fucking Keith Richards. Þetta er bara svo trommukjöða frá Dave Grohl. Þannig ef að Keith Richards og Mick Jagger væri på svölum og aðdáðandi fyrir neðan og þeir var að hrækja aðdáðandi sína, þá var þú að fyrir neðan að reyna að fá þetta í andlitið. Neðst niðri, krullóttur, með bumbu, að reyna að láta þetta fara í andlitið. Þú opinn munnin. Svo var ég líka með smá slúður af Líuri Menni, en það er dökkara skvísan úr King of Queens, leikonan. Hún er hætt í Scientology eða vísindakirkjunni. Ég vissi aldrei hún hefði verið þar. Nei, ekki heldur. Þetta er dabbarsluður. Ég ætla að hætta þessu bara. Viljum að fara hér í þegar þú segir, þetta er hún hérna Lynn Sani, sem ekki veit hver er. Já, þetta er dökkarða gjallan í King of Queens. Allir bara, ok. Líari Menni, öllum drullu sama. Förum í auglýsingar og svo er það stjórnlega starfið. Svo bara heldur veislan áfram. Rétt. FM 957 og Túborg kynna. FM 957 verður á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum alla Vesturmannahelgina og langar til að bjóða nokkrum heppninghlustendum með sér. Fylgstu vel með á FM og nældu þér í þjóðhátíðarpakka fyrir þig og vininn eða vinkonuna. Þjóðhátíðarpakkin inniheldur miða á þjóðhátíð fyrir 2, miða í Herjólf fram og tilbaka fyrir 2 og 2 kassa af ísköldum Túborg. Skráðu þig ekki seinna en strax inn á fm957.is og verðu tilbúin að fá símtal sem gæti komið þér á hérna yndislegu þjóðhátíð í Eyjum. FM 957 og Túborg, því lífið er yndislegt. Fjörið hefst með Túborg. Túborg kynnir B5 næstkomandi 5-dagskvöld. Hreimur, Vignir Snær, Biggi Kára og Benni Brynleifs ætla að keyra þjóðhátíðina í gang á B5 á 5-dagskvöld. Lífið er yndislegt á B5 með Túborg. Fjörið hefst með Túborg. NetGiro er nýr greiðslumáti á netinu. Verslaði þínu uppáhaldsverslun án þess að gefa upp viðkvæmar upplýsingar. Reikningur birtist í heimabanka og greiða þarf innan 14 daga. Viðskiptavinir fá því vöru afhenta áður en greitt er. NetGiro, einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Leiðin á þjóðhátíð og finnst þér leiðilegt að tjálta? Kíktu á rentatent.is. Ætlar í alvörunni að drekka sama orkudrykk og mamma þinn og pappi? Mad Krokk, það sem þú þarft. Útsalan er í fullum gangi. IKEA. Mentos tyggjó. Ekki bara eftir matinn. Nú er fréttablaðið komið í spjaldtölvuna og snjallsímann þinn. Appið er aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store, Google Play og Windows Store. Fréttablaðið. App sem þú þarft. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu, FM 95 Blu, virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin FM. Á
FM 957 og það er þriðji dagur. Já, fyrir eitthvað sem við það ekki. Já, við höfum reyndar ekkert rosalega góð ástæðu til að heyra í mútu núna. Nei. En eigum við að heyra í henni? Já, ég verður bara að segja það að sama hvað er. Já, það er alltaf gaman að heyra í þessar elsku, sko. Já, og það er líka bara komin tíma á hana. Við erum ekki búin að ringa í hana, við erum búin að vera í sumafrí. Aðdándu farnir að sakna hennar. Já, hlustendur að vera brjálæðir og þögnin í henni. Já, hvað gerir hún Vestló? Einmitt, til dæmis, og hvað gerði hún Vestló? Já, hvernig var Vestló þegar hún var úlingur? Já, heyrum að sín. Já, ringdi í hana. Það tjekka hans hérna á mútu. Já. Ég skal svara henni. Já, byrja þú að tala á hana. Halló. Hæ, dröyti hérna. Ég trúi því ekki strákar þessu að ringi mig. Hvað er það? Heyrðu þú bara strax þetta á ég? Í alvöru? Fattar það bara strax þetta á þessu eppi? Hæ? Helvita orðin klóki í þessu. Heyrðu, það er nokkert á milli mála, sko. Heyrðu, við erum ekki búin að tala við því í mánuð. Ég veit það. Mjög óbúslega var það líka bara notalega. Já, það er nefnilega það sem að gera, sko. Maður fær frí í mánuð á sumrin, svo byrjar allt aftur. Þetta er svona, þegar þú ert orðin seleb, þá getur ekkert farið bara undir steinmóðir. Heyrðu, ég er ekki neitt seleb og þar fyrir utan og þá bara enn ég alls ekki að tala við ykkur, sko. Aðdáendur eru þyrstir í meira. Nei. Hvað ertu búin að lenda á mörgum Instagram myndum hjá úlingum eftir að þú slóst í gegn? Ég held að sé aðalega hjá þér. Er eitthvað að vera að snapchatta því í bónus og svona? Nei, ég held að sé aðalega auðvitað er ekki hægt að fara nokkurn einast og skapa á hlut með hann og svo hann sé ekki með þess að síma sinni eitthvað á lofti. Já, láttu mig þekkja það. Þetta er bara þessan. Hvernig ertu, Beauty? Sveimja þá. Er verið að pakka fyrir Vestmannaeyjar? Fyrir Vestmannaeyjar? Sveppi, ég er ekki að fara til Vestmannaeyjar. Ætlar ekki að taka þjóðatíð? Ekki eitthvað bílað? Nei, ég er ekki að fara á þjóðatíð. Nú, hvað á að gera? Ég ætla bara að fara í sumarbústað á Flúðir. En þú varst að segja við mig daginn að það væri komin tíma á svona kona sem væri búin að ganga í gegnum allt með börnin sín og svona. Það væri komin tíma á að svoleiðis kona myndi tala við úlinga landsins með reynslu. Hvað viltu segja við úlingarna núna fyrir Vestló? Ég hef aldrei rætt það við þið, vinnur. Aldrei. Hvað viltu segja við þessa krakkar? Það er ekki að reyna að tróða einhverju upp á mig sem að ég á ekki, sko. Nóa sæn er ég samt. Já, en hefurðu farið á þjóðatíð? Hefur ekki hitt mig á þjóðatíð, eða? Ég reyna að fá þig til að tala við your fans. Hefurðu farið á þjóðatíð sem svo? Já, mótaður. Já, ég hef einu sinni að tvisvar. Já, fer ég svona staffaferð. Já, þú fórst aldrei sem úlingur? Nei. Hvað varst að gera í gamla daga? Strákar. Ég ætla ekki að fara að reyðja það upp. Það er ekki útvarpshægt. Var það Atlavíkin? Nei, ég fór reyndar held ég aldrei í Atlavík. Nei? Varstu mikið í skemmtistaðarsleikjum, mamma? Hvað er allt? Auðvun, það er þú sett að spyrja mig við þín að þessu. Við þurfum að ræða þessa tíma. Ég var að segja þetta, það er ekki útvarpshægt hvernig ég var úlingur. Nú. Já, ok, ég var nú rólegur úlingur, þú vorum að gefa með það, þó ég hef verið kolvillus krakki. Já, þú varst yndislegur úlingur. Já. Og þið eru reyndur öll bara. Já, öll börnin. Það er ekki allir sem eru á sveitabyrði og hringi mammi sinni og beða hann að sækja sig það því hann fór ekki far heim. Hættu þessu nú. K.O. Fastur í miðgarði. Já. Dauðadrukkin. Nei, ég var nú aldrei neitt dauðadrukkin. Nei, hann má nú eiga það að nötti. Hann er aldrei dauðadrukkin. Hann hangir. Hann var voðalega góður úlingur. En hvað segirðu? Hvað ætlar að gera með Vestló? Ég ætla að fara í sumarbústað á Flúðir. Já. Ok. En þið báður að fara til Eyja, eða? Nei. Við erum náttúrulega í beinni þarna á föstudeginum. Já. Með þáttinn, svo ætlum við að sjá til bara. Ég veit ekki með sveppinn. Ok. Ég verði út allt land, sko. Nú verður þú bara út allt land, þannig ég hittið ekki á Flúðum núna, svo síðan. Nei, það verður eitthvað minnum þannig, blað. Já. Já, alveg rétt, og við hittust fyrir ára síðan á Flúðum. Já, ef við hittum ekki, þú bara taka fyrir og keyrði mikið niður. Alveg rétt, þú varst í kraftgöngu þarna á sunnudagsmorgni. Já. Þannig að það verður bara kósí á þér. Það verður bara æði. Ekki allt gott að frétta annars. Jú. Það er annað hægt að segja maður í sumarfríi. Já, þú er nú alldeles búin að fá veðrið. Já, ég fór á 5 daga í Vaglar, sko, það var yndislegt. Já. Það var frábært. Ekki hægt að hafa það betra. Nei, eitthvað sem vilt koma framfæri við aðdáðendur? Nei, bara farið varlega. Farið varlega. Hafdís Sveinsdóttir, móðir ykkar kæru hlustendur, segir farið varlega. Já, það er orðasögn.
Herru, ég heyri betri, ætlum við ekki að taka bíó, ég heyri þér á eftir. Ég ringi úr gemsanum mínum, ok. Segir það. Bye. Svo fallið, þú ætlar alltaf að fara að tala við hana svona eins og móðir tala við son sinn. Hérna, hún hress alltaf. Já, ég heyrði á henni að hún hefur örugglega oft farið í skemmtistaðarsleik. Nei. Þú heyrði viðbröðin. Ég sagði þetta bara við hana því ég vissi hverju viðbröðin yrðu. Hvað heldur að mamma mín hafi verið eitthvað laus í hettunni í galanda? Verður ekki þessu bullið, maður? Nei, það kallast nú ekkert endilega að vera eitthvað laus í hettunni, er líklega ekki rétt, en hérna... Hvað segir maður? Ég veit ekki. En hérna... Var ég að búa þetta til? Já, þetta er mjög flott ár. En hún hefur pottið alveg dott í 1 og 1. Já, bara eins og við? Já. Það hafa allir farið í skemmtistaðarsleik. Ég veit það, mamma mín líka pottið. Örugglega við margi einu, við þekkjum þetta. Þessi mömmur, ég hafa alveg sitt rugg á bakinu. Þær voru úlingar eins og við. Já, byttu fyrir. Ég fekk ekkert rólega mikið af kosseri þegar ég var úlingur, sko. Nei, fórstu bara beint í... Nei, ég var mikið í sleik, sko. Skemmtistaðarsleik. Herru, til hamingju með það. Við skulum bara fá lag. Já. Reykir gras í rútunni sinni, en tónlistina sér að skána. Þannig einhver hann að gera rétt eftir Justin Bieber hér með Far East Movement og lagið er Live My Life. Ég búinn að fíla þetta lag alveg frá því að heyrði það fyrst. Það er eitthvað partí í þessu. Nei, já. Jú, ég fíla þetta. Hérna, það styttist í sturla staðrindir. Unnur Eggerts er á leiðinni með nýtt lag til okkar. Við ætlum að heyra í konunu sem sló svo rækilega gegn með Kidda Balda, sem að heyrði aldrei hvað Kiddi Balda var að segja, þannig að hann var nýr hlutur á stegaganginn. Já. Það maður hringi aftur í hana. Það var spennandi. En áður við förum í þetta allt saman, þá ætla ég að spurja þig hérna, þetta er svo sem þetta er ekki fréttnæmt, en það er Herdís Stefáns orðin svona nett selöp í bloggheimum og inn á df.is eftir að hafa verið hent út af loftinu. Já, ég svo var nú búinn að heyra skemmtistanum. Og það var hérna þegar Gordon Ramsay var, manstu, þá var henni sem sagt vísað frá borðinu af því að það væri að koma stjarna þarna. Já. Sem að var allt svona einhvern veginn hálf kannski klunnalegt hvernig að þessu var staðið. Já. Og Lofti fekk nú skít fyrir, skiljanlega, því að það hefði alveg verið hægt að segja bara, herru, við erum að fá hérna góðan gest, megum við bjóða ykkur út að borða hérna næstu helgi, ef hann má fá borðið, eitthvað svona skilja, því að svona staðir viljaðu þetta að fá Gordon Ramsay indi sín, en þú ætti kannski ekki að sópa liðinu bara að borðinu, bara drölla ykkur út. Gordon Ramsay er að koma. Já, þetta er bara svo þú í ammaliðinu, bara drölla þér út. En ok, allt í lagi með það. Já. Það mál var dautt. Nema að svo var hún Herdís Stefáns að hún ákvaði að kíkja á lífið helgina. Já. Og einhver vinkona hennar átti ammali. En hún var nú reynda búin að segja að hún myndi aldrei fara aftur á loftið. Sagði Herdís. Já, á sínum tíma. Já. En stelpunna vildu kíkja aftur á loftið og hún svona, ok. Það lét slag standa. Já, ég skal kíkja með. Já. Og hugsaði með sér að hún geti bara sett það inn á Facebook að vera allt í lagi og eitthvað. Nema núna, hún fekk ekki að fara inn. Var henni meinað ingangu aftur? Já, því að þetta var víst Herdís Stefáns og Gordon málið og þá kom víst eitthvað annað hljóð í dyravörinn þegar hann fattaði að þetta væri hún. Hann kallaði á einhvern Alla sem var greinilega ekki dyravör, heldur eitthvað aðeins meira aðna sem staðfestur svo að hún var ekki velkomin hann inn. Sko núna er þetta ekki komið gott bara. Þurfum við að vita eitthvað meira Herdísi og loftið? Hvernig rata svona... Eða eigum við að gera kannski eitthvað skemmtilega þáttaröðum þetta? Já, þetta getur verið það. En hvernig rata svona rugli í fjölmiða? Það er svona mál, ég veit ekki. Hann er risast og myndar Herdísi. Og myndar Gordon hérna líka, þetta er svona follow-up. Follow-up og frétt. Ég hef aldrei séð þess að Herdísi. Nei, ekki heldur. En leiðilegt fyrir hann reyndar að fá ekki að fara inn á loftið og... Já, hún er að gaspra á Facebookið. Já, hún er að setja inn á Facebookið sitt og hún hafði ekki fengið að fara inn og þannig fer þetta í blöðin, sko. Ég bara, er þetta ekki komið gott bara af þessu öllu saman? Svo erum við að fjalla með þetta í þættinum. Ætli hún vilji að þetta fari í blöðin? Heldur það? Nei, ég veit ekki. Ætli hún stendur hérna listakoninni, Herdísi Stefánsdóttur, virðist ekki ætlað að skemmta sér á skemmtistanum loftinu. Það er bara svona, já, ok. Það er ekkert... Þetta er bara ekki hann á staðu, grilla. Akkur er ég að lesa þessa frétt? Já, en svo þetta stendur þetta í fréttinni, svo bara hent hún sér á austu til Ásgeirs Kolbeins og það var, dælt í hana drikkjum. Og skemmti sér konunglega langt fram á nótt. Og það verður gaman að fylgjast með Herdísi og hennar jamferðum hérna í komandi framtíð. Heldur að þá eru einhverja líkur á þriði fréttinni.
reyndi enn og aftur að fara á loftið, gekk ekki en fór á B5 í þetta skiptið. Svindlaði sér inn bakdýramegin og stakk þjón í baki. Það var flott. En ef að ég ætti skemmtistæðis á loftið og það kemi bónum það að fá Gordon Ramsay. Hann var á leiðinni. Ég myndi bara að segja, það er bara allt uppbókað. Já, ok, sko við náttúrulega, það er mikill munur á mér og þér og þú var oft strýtt mér á þessu sem dæmi, þá sá hitti ég nú Gordon Ramsay þegar hann var hérna á landinu og baða sjálfsögðu mynd með honum. Bara eins og 33 ára gamli menn gera. En hérna, ég hefði akkurat gert þess að ég var að segja hann, ég hefði farið til þeirra, boðið þeim frítt út að borða, kannski bara kvöldi eftir eða næstu helgi og spurt hvort að mætti koma annað fólk getum sittist. Af því að það er voða gott en hefðu það sagt nei, þá ég aldrei hendi maður borðinu. Nei, en það er nú ekki drepin einn að planta öðru borði þarna og dúka það upp, sko. Nei, svo sem ekki. En það er eitthvað svo töff við það að það kæmi frétt. Veitingastofurinn Loftið meinar Scott. Já, Gordon Ramsay. Scott Ramsay er í Grindavík að spila fótbolta. Já, það var líka að finna að meina honum alveg því að ég held að vera í kokkurinn. Það var líka eitthvað. Já. Og einhvern tíma var einhver skemmtistöðar í útlöndum sem að hleypti ekki einhverju stjörnu inn og hann var ógeðslega vinsældur í vikið. Justin Bieber. Var það Bieberi? Já, því hann hafði ekki aldur. Já. En það er komið að örstuttum skilabúðum. Já, og svo heldur veislan áfram. Já, svo er það sturla staðrindir. Er þetta ekki tilbúin? Jú. Til í góðar. Það eru góðar í dag með þessu. Þú voru mjög ánægð með það. Það er eins gott. Þú finnur allt sem tengist tölvum í verslunum okkar á Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði og Reykjavík. 6 verslanir, traustmerki, lægra verð og mikið úrval. Tölvulistin. Stundum þarftu smá lán. Þú stjórnar upphæðinni og við leggjum inn á reikningin þinn samdægurs. Múla.is. Peningar á mannamáli. Smálán Kretia er fljótlegasta og öruggasta leiðin. Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kretia, einföld þjónusta. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Allt í fríð og ferðalagið. Rúmfattalagurinn aðeins ódýrari. Fyrir 10 gigabæt getur þú hlaðið 17.000 myndum á Instagram og sýnt vinið þínum nákvæmlega allt sem þú gerir verslunarmannahelgina. Sjáðu mig, ég er að grilla kótilettu. Engar áhyggjur á 500 krónur. Tal. NetGiro. Einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Raspberry ís. Jójó. Eina ósk. Ég væri ekki í vafa hvers ég óskaði mér. Söllabátar, andinn í lampanum þínum. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. Knocks you down. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blö. Öddi Blö og Sveppi Krull með ykkur hér. Já, ekki til 6 í dag, til 5:30 af vissum ástæðum. Þá þurfum við að hætta fyrr í dag en veisla fram að því. Þetta verður þéttur pakkin. Já, nóg framöndan. Unnur Eggert er rétt á komin hér með splunkunýtt lag og svo ætlum við að heyra í einu legendi hér í FM 95 Blö sem að, já, fyrir ykkur sem að munið eftir gömnum þáttum að þá ringdi einu sem Kitty Balda og þóttist vera fluttur inn á stigagang og það var svona kona sem að, já, bara náði enga veginn að heyra hvað ég var að segja, eða bara skildi mig ekki held ég. Á mjög gaman. Og skemmtilegt þýmdal og við ætlum að ringja hana aftur og eftir, þannig að það er bara hér eftir stuttarstund í beinni útsendingu. En fyrst er það sturlaðar staðrindar. Rétt, það komið að sturlaðar staðrindum og þær eru skemmtilegar í dag sem fyrr, minnst þær eru alltaf skemmtilegar og nokkra þetta mjög fínar. Ertu tilbúin, Sveppi? Ofsalega notaleg afþreying. Já, ég nefnilega, það er eitthvað svo þægilegt við þetta. Hlustendur eru pottið tilbúinir, ég veit það, og við skulum bara byrja þetta. Kvenkins kengúrur eru með 3 vaginur. Já. Sturlu staðrind. Það er magna maður. Það er ekki doppul... Nei, já, við skulum halda hérna áfram með barnastjörnunni. Næsta sturla staðrind er, það eru meiri líkur. Já, þetta hérna. Það eru meiri líkur að kona falli fyrir þér ef þú ferð með hann á spennandi stað á fyrsta stefnumóti.
spennandi stað. Já, ég veist nú varst þú konu, þau eru gift. Hvar var ykkar fyrsta stefnumót? Var það eitthvað spennandi stað? Ég hef ekkert verið að fara ekki það, ég hef ekkert farið á mörg stefnumót, en það hefur aldrei verið eitthvað spennandi stöðu. Nei, en sko... Lilja fyrirvandi, það var, hvað var þetta, Fridays og Lord of the Rings. Endur hún vaskiláttinn. Nei, það er nefnilega málið það, sko, að spennandi staður, það sem er aldrei skemmtilegt, eins og til dæmis með þig sem átt eftir að ganga út, skilur, fara á date, auðvitað búast náttúrulega allir við því að blömaðurinn bjóði eitthvað og að grand og fínt, skilur. Okkur. Að bara svo grand á því kjallinn, skilur, flöskuborð og veistu. Já, ég veit. Þá átt að koma óvart. Þá átt að koma óvart. Já. Og bara, heyrðu, ég bókaði borð hérna nýr á BSI. Bara sviðakjamma og... Já. Af því að það er allt í end er það ekkert endilega málið. Þetta snýst bara svolítið vangi við Arsenalett að fara á BSI á fyrsta deiti. Það skiptir ekki máli, þessi skiptir máli kemistriðu milli ykkar. Og hvað gerist á fyrsta deiti? Það er ekki endilega, það er líka að borða á Argentínu. Nei, það getur líka verið allt í lagi að þá bara, þú veist að pikka hana kannski upp og bara fara að fá sér ís eða eitthvað, taka bíltúr eða eitthvað. Það er ekki endilega að vera, þú veist, BSI eða Argentínu, sko. Nei, BSI er bara svo fyndið. Við skal hafa það í huga. Það er skemmtilegt, sko. En bíltúr er sko, ísbíltúrinn, hann er fyrir aumingja. Ok. Gott að vita. Veistu út af hverju það er? Okkur. Það er, sá sem fer í ísbíltúr á fyrsta deiti, það verður aldrei neitt úr því. Nei, ok. Það sýnir að maðurinn er hræddur við að horfast í augu við manneskjuna. Af því hann ætla að bjóða henni upp í ís og tala við hana? Já, tala við hana, en hann er samt að keyra. Já, ok. Hann er að keyra, skilur. Þá er hann að gera eitthvað annað á meðan. Það er svona eins og að bjóða einhverjum að deyta og vera að spila á gítar allan tíman. Það gera eitthvað. Þess vegna á maður að setjast niður og horfa í augun á manneskjunu. Hvað gerir þú á fyrsta stefnumóti? Hamman ég ekki og svo fullur. Það var hérna, Paul McCartney skrifaði Hey Jude fyrir Julian, son John Lennon, til að hugga hann þegar foreldrar hans voru að skilja. Og hét lagið Hey Julian til að byrja með. Legendary. Já, þetta er ógeðslega flott. Hvar voru vinnir hans pappa þegar mamma og pabbi voru að skilja? Já. Það var bara, það var ekki svona kent með breytt, sko. Nei. Það er ekki að gera eitthvað fyrir mig á þessum erfiðu tímum. Allir dröldu saman þriðja barn. Láttu mig ekki. Svo hérna, fólk sem er ástfangið er almennilegra við aðra en þeir sem eru ekki ástfangir. Nei, þetta er svo besta. Nei. Þegar þú spyrni á eftir, hvað fannst þið best? Þessi. Já, þannig að ert þú almennilegri við aðra heldur en ég? Já. Nei. Jú. Ég get ekki verið samanlega. Ertu almennilegri við viniðina heldur en ég? Nei, það er annað. Já. Þú ert alltaf með eitthvað kjaft og eitthvað. Þú ert ekki endilega almennilegur þú sitt ástfangin. Ég er almennilegri við fólk. Ekki, kannski vini mínir er bara eitthvað sem ég sitt uppi með alla ævi og eru bara vini mínir þótt að ég sé að rífa kjaft við þá. Já. En almennilegur við fólk, það er ég. Já, það er líka. Þú ert eitthvað smá almennilegur og eitthvað svona, ég veit það alveg. Svona í grunninn. Já, ok, þannig að þú ert sammála þessari staðnind. Það vill ekki meina að ég sé stundum almennilegri. Jú, ég er bara, þú ert opnar en ég. Ég hangi þegar það kemur einhver ókunnugur að tala við okkur. Hvor tala lengur? Það fyrir bara eftir hvað hann er að tala. Nei. Jú. Nei, þú ert alltaf bara, ég er að fara á fund. Nei, Herðu, taka síman. Ég er með snertifælni, það er eina sem að hrjáða mér stundum. Þetta er eins og allir, ég snerta þig. Nei, ég veit það. Herðu, áfram með þetta. Það er til svo marga típur af eplum að þú þyrftir að smakka eitt á hverjum degi í 20 ár til að smakka alla típur. Ísa, þetta ekki. Þetta er mikið eplum bara. Þessu trú ég ekki. Ekki? Hvað er til rauð? Það er líka til Jónagóld epli. Já, telja þetta. Jónagóld er mjög góð. Spáði, eitt á hverjum degi 20 ára og þú ætlar að smakka öllu epli. Það er bara að rekna það út hvað það er mörg. Það er bara 365 sinnum 20. Þú ert snillingur. Að sofa með bangsa hjálpa fólki sem er einmann á sama hvað aldrei það er. Já, ok. Þannig að maður er einmann og er hérna að sofa. Það er samt, væri ekki eitthvað disturbing við það að þú kemur heim til mín og særi heim til sofa með bangsa. Það er rúmlega 30. Já. Er það ekki bara... Það eru meiri líkur að vera með uppblásna dúkku? Já, ég er ekki með hana heldur. Nei, ég er að segja að það væri bara meiri líkur? Já, ég er alveg sammála því. Það væri meiri líkur að myndi finna svoleiðis heima á mér heldur en bangsa. Já. Og væri eiginlega skárra að myndi finna svoleiðis heima á mér heldur en bangsa. Já. Mér finnst rosalega eitthvað svona... Það er meira pervertíst að finna bangsa heldur en uppblásna. Það er bara eitthvað peto við það. Já. Ógeðslegt. Með fullorðna maður. Sonur minn er búin með sama bánsan í 6 ár. Já, hann er líka lítill krakki.
Ég er rúmlega 30, það bara ekki að sama. Nei, ég veit það. Nei. En áttu ekkert svona uppáhalds, veist? Uppáhaldsbangsa? Nei, kottaverið þitt. Nei. Veist, kottiðin eitthvað svona? Nei, mér stóður rosa þægilegt að sopna með King of Queens eða Modern Family og... Já, í tækinu. Í tölvunni. En svona eina. Herruðum, svo það hér. Maður sem var blindur, sköllóttur og heyrnalaus fekk allt aftur eftir að orði fyrir eldingu. Sjónina, heyrnina og hárið. Nei. Jú. Þetta er rosalegt, stjórnlega staðrind. Þetta finnst mér ótrúlegt. Það var reynda magnaðum, ekki það, ég ætla ekki að fara að eldast við eldingar, en það var nú ekki leið. Þetta kannski að fá eina. Myndir þú taka sénsinn? Nei, aldrei. Eitthvað hlaupandi bara á teipinu einhvers staðar í Kaliforníu. Hvað er drengurinn að gera? Hann er skallóttur, hann er að reyna að fá það aftur. Það rignir demöntum á Úranus og Neptúnus. Nei. Jú, stjórnlega staðrind. Það rignir demöntum? Hvað, akkur er fólks þá ekki að fara þangað? Já, bara með næstu lest. Það eru 2 eftir. Já. Það eru, já þessi var góð, það eru 2 eftir hérna, já. Það eru pissuskálar í Singapúr sem láta þig vita að þú ert búin að drekka mikið. Þú ert að pissa það, segja þér, þú veist, bara mæla greinilega hérna í blóðinu, áfengi í blóðinu. Já, en það er samt, sko, þó að ég verði inn á skemmtistað og verði að pissa og það kemur svona, það eru of mikið áfengi í blóðinu og ég myndi ekkert eitthvað að fara að hægja á drikkjunni. Nei, ég myndi mjög í rusli við hliðina. Það er bara mjög á næsta mann. Þú ert ekkert eitthvað að fara að láta einhverja klósettskál koma einhverju samviskubit í því, sko? Nei, tala ekki þú veist, þú er náttúrulega eftir að fara bara heim í leigubíl og eitthvað, sko. Þetta er kannski getur að hjálpa mönnum sem er að keyra, ég veit það ekki. En ef ég er á skemmtistað og er að skemmta mér og klósettskál segir mér að ég er búin að drekka mikið, það er bara svona svipað eins og ef að konaðin var eitthvað svona, ertu ekki búin að fá þarna svo mikið? Þetta ætti frekar að vera, skilurðu, hérna, í Kringlunni og Smáralinn. Þú ert að pissa þar. Já. Og ef þú ert búin að drekka mikið... Já, bara því þú ert búin að vera á Kringlukranni að vesla gjafir og eitthvað. Já, bara ef þú ert á einhverjum öðrum stað, heldur en það sem er selt brennivín. Já, það er þetta góða punktur. Svo er hérna síðasta stjórnlega staðrind dagsins. Ef það verið þorp með 100 manns í og samkvæmt prósentum af heiminum, já, og samkvæmt prósentum af heiminum væru þá, semst í þessu 100 manna þorpi, 57 Asíubúar, 21 Evrópubúi, 14 Amerikanar og 8 Afrikubúar. Stjórnlega staðrind. Magna. Asíubúinn maður. Asíubúinn, það er bara nóg á honum. Þetta voru stjórnlega staðrindir, ég veit hverju þín uppáls og það var að fólk sem er ástfangir er almennilega við aðra heldur en þeir sem eru það ekki. Einmitt. Og þú vorst nú bara að taka einhverja dæmisögur á okkur vinnunum, takk fyrir það. Ekki máli gamli, við höldum áfram eftir 9 smástund. Ég vil tala um það. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Framkoma, Guskus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Hlaust upp á Esjuna. Farðu á fjallahjóli þvert yfir landið. Skíðaðu niður Snæfellsjökul. Notaðu orkuna. Euroshopper. Alvöru orkudrykkur. Ferskur, svalandi og bragðgóður orkudrykkur. Mad Krokk, það sem þú þarft. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Útsala í Elko. Komdu og gerðu frábær kaup á útsölunni í Elko. Elko, einfallega lægra verð. Orðin leið á sömu gömlu trukkunni. Prófaðu Mentos tyggjó og upplifðu fjörið. Taktu með þér iPad í fríð. Epli.is. Dömur og herrar aðtugið vorum að taka upp nýjan varning frá Farmers Market, Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.
Þið að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 styttist í unga og efnilega leikonu sem að, unga efnilega leikonu og söngkonu sem heitir Unnur Eggerts. Hún ætlar einmitt að frumflytja nýtt lag hér hjá okkur á eftir örskamma stund. Eftir örskamma stund, en það hins vegar komið núna að símtalið sem ég svolítið spenntur fyrir, Sveppi. Já. Því að, fyrir svona einhverjum 2 mánuðum síðan þá hringdu við Sveppi í stigagang og vorum við í dagskrárliðnum okkar stigagangurinn þar sem að við erum svona að hrista upp í fólki sem að þykjast vera einhver annar sem að býr í sama stigagangi og vera með vesen. Já, og svona og ræða við þau og þá hringdi og þóttist heita Kiddi Balda og var að segja við konu ég var nýfluttur í stigagangi sem átti að vera bara svona hluti af þessum fíblaskap og við skulum heyra hvað gerðist þegar við ætlum að hringja svo aftur í þessa konu núna. Þetta gerðist síðast þegar við hringdum í þessa konu. Tjekkum þess að þessu. Komdu sæl og blessu, Kiddi heiti ég Balda og var að flytja hérna á stigagangin hér. Hver er það? Kiddi Balda? Hæ? Kiddi Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigagangin. Hvað segir þau? Kiddi Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigagangin hér. Í stæðinu? Nei, stigagangin. Hæ? Ég var að flytja hérna á stigagangin hér. Á ég að flytja stæðinu? Hæ? Hver ertu? Kiddi Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigagangin hér. Úti? Hvað segir þau? Ég fann ekki hvað það segir. Kiddi Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigagangin hér. Út af hverju? Já, einhvers staðar þarf ég að búa. Hæ? Já, einhvers staðar þarf ég að búa. Vittu við hvað það tala? Kiddi Balda heiti ég og var að flytja hérna... En út af hverju þetta hringa segir þau? Ég var að flytja hérna á stigagangin. Hæ? Ég var að flytja hérna á stigagangin. Það tala stæði. Það alveg einkannlegt, ég heyr ekki það. Á ég að fara af stæðinu? Það tala bílinn. Nei, ok. Þetta Kiddi Balda og var að flytja í húsið. Nú, svoleiðis. Mikið er í næði. Hæ? Og alltaf að flytja í húsið. Já. Með okkar hús. Já, í stigagangin. En vantar þig hvað? Nei, ég er góður bara. Er ekki allt í fínu? Jú, bara, ég byggðist afsökunar, ég ætlaði bara að kynna mig. Hæ? Já, glæsilegt, ok, bye. Þetta sem sagt símtal sem við tókum upp fyrir svona cirka mánuði síðan. Já, rúmlega það. Já, 2 mánuði síðan. Þú hefðir alveg mátt tegja hana lengur, ég var til að hlusta á þetta allan dag. Ég get hlusta á þetta aftur og aftur, hún er æðislega þessi kona. Og við erum að prófa núna að ringja í hann í fyrsta sinn, síðan að við ringdum í hana, síðan við erum bara að grafa upp númer hennar og við skulum bara heyrum í henni. Tjekka hvort að við lendum í sömu veislunni aftur, tjekkum á þessu. Halló? Hæ, Halla. Hver er þetta? Kiddi Balda hérna nágrannin. Hæ? Kiddi Balda hérna nágrannin. Vittu, ég hef ekki, Unnur tala, hún tala fyrir mig. Hæ? Halló, þetta er Unnur. Já, Halla er hún við? Hún heyrir svo til símanum fyrir þetta. Þetta er Kiddi, heiti ég, Kristinn. Kiddi? Já, Kristinn. Þetta er Kiddi. Hæ? Kristinn, Kiddi, hver er það? Kiddi. Halla. Kiddi, ég veit ekki. Kiddi, hvað er Kiddi? Halla. Já. Þetta er Kiddi hérna. Hæ? Þetta er Kristinn hérna, Balda. Kristinn? Já, Kristinn Balda hérna. Já. Ég bý með þér á stigagangnum. Veistu það, ég heyr þér sem að laðin dóttir mín að tala. Hæ? Hún er að keyra, sko, hún heyrir svo til símanum. Já, ok. Get ég sagt henni hvað? Já, ég ætlaði bara, ég var hérna, ég til dæla nýfluttur á stigagangin hjá henni. Já. Og ég ætlaði aðtöða, hefur hún orðið var við einhver ólinga verið að reykja niður í kompu? Að reykja niður í kompu, býta þess? Já. Hann býr á stigaganginu þínum. Hann býr í stigaganginu þínum. Býr hann, já. Já, hvað? Og spyrja hvort þú var við eitthvað ólinga að keyra niður í kompu. Niður í kompu? Kompu, já. Það er ekki alveg var við. Nei, hún hefur ekki verið við það. Nei, að reykja niður í kompu sagði ég ekki keyra. Nei, reykja. Já. Nei, hún er ekki verið það. Já, ok, en hefur hún eitthvað orðið var við því að það er búið að vera svo skrítin lykt þannig að mér finnst það er eitthvað vesen, hefur hún orðið var við hlandlykt á stigagangum? Má ég taka skilabóð og beina hringi þig? Það er ekkert mál, ég skal bara hringi hana eftir. Ég held að hún hef ekkert orðið við neitt svona, sko. Nei, ok, ég heyri fleirum bara í stigagangum. Já. En má ég heyra aðeins í henni eða? Er hún alveg upptekinn? Hún heyri bara svo í þér. Já, ok, ekki máli. Takk fyrir. Sömuleiðis.
Þetta var samt aðeins. Já, ég bara, mér langaði svo að heyra meir í henni, maður. Hún svo hress, Ég er líka alveg búinn að sjá hana svona fyrir mér. Hún svona hress alltaf með dóttir sinni. Nei, ég hef ekkert orðið var við það. Þetta var svo skemmtilegt. Já, Rikard, ég geti óskæð, veist það, næstir hringjum. Getum við ekki bara tekið viðtal við hana? Já, bara miðist það bara... Bara sem öll og sveppi, ekkert að vera með hana stigagang eða... Ég efast hún hafi nokkra hugmynd það hverju við erum til. Nei, reyndar. Það er bara fínt. Við höfum bara hringið hana reglulega. Eru ekkert það fræðir? Ekki þarna í Breiðholtinu, kannski. Sem er óþolandi. Það var eitthvað ógeðslega gaman að tala við hana. Ég bara mér þykir vænt hana, þetta var alltaf... Við þurfum ekkert að ná á henni. Já. Hún hress. Þeir Justin Timberlake og Jay-Z með Holy Grail. Það eru spilað, alla næstu viku líka. Bara það til að fara leið á því, held ég. Þetta er frábært lag. Hættu þessu, þetta er flott lag. Þú varst grenjandi allan tíma sem lagið var. Ég veit ekki alveg. Nei, við erum kannski með góðan gest hér í stúdíu við Sveppi og það er ung söngkona og leikkona og heitir Unnur Eggerts. Vertu velkomin. Takk kærlega fyrir það. Finnst þér ekki gaman að vera komin? Jú, ég búin að sakna ykkar. Jú, ég hef aldrei verið þegar þú varst. Nei, finnst þér ekki skemmtilegt? Jú, mér finnst það eiginlega skemmtilegt. Þú finnst svona að þetta er aldrei létt stemming inni. Það er góð ára yfir ykkur, ég finn það bara. Það er líka svo gott fyrir þig sem barnastjörnu að koma og hitta aðra barnastjörnu. Við bondum svo vel. Já, við reyndar hittum aðra hverja helgi. Er þið alltaf skemmt á sömu stöðunum? Við sitjum svolítið saman í tjöldum. Sólastyrða og Sveppi Krull. Ertu þá að gefa henni eld og Þegar kemur myrkur, rífum flippan af einum eftir gig. Þegar kollan er komin af. Hvað heitir þetta áttur að setja? Já, gefa henni smitt. Já, svona. En, þú ert nú ekki bara sólastyrða. Herðu, nei, sem betur fyrr. Já, sem væri verra. Þetta er hvað, þriðja lagið sem múst að gefa út eða ekki? Já, sem sagt annað lagið. Já, með Eurovision-lagið. Ég náttúrulega kom ekki nálægt að semja það. Nei. En þetta er svona þriðja lagið sem ég syng og fer í útvarp. Ok, en ertu að fara að gefa út plötu eða eitthvað? Það væri ekkert leiðilegt. Nei, það er þess að draumurinn en ekkert endilega á borðinu eða? Nei, eða þú veist, ég veit ekki hvað ég á að segja þessu. Ég myndi segja já. Og setja á því smá pressu. Já. Settu pressa sjálf. Já, ég er ekki átt plötu, hún kemur út í næstu viku. Rálu vinna framöndan. En semurðu sjálf? Já, ég sem rosa mikið textana sjálf, en eins og þetta lag núna, það var Stop It Go samt við það, sem sagt, lagið og pródúseruð það. Og svo kom ég með input, já þeir eru frábærir, og svo kom ég með input í textan. Og svo en ég er líka alveg sjálf að semja lög og... Spilar á gítar eða hljómborð eða? Ekki vel, ég myndi ekki kalla mig gítarleikar en ég kann glamra, stál og hnífur og svona. En hvernig semurðu lög? Semurðu lög á hljóðfæri? Já, ég sem mest á píanó. Mér finnst það þægilegast. Hvernig semur þú, Sveppi? Ég bara hugsa. Já, þú bara hugsa. Hvað kemur þetta? Já, því að Sveppi, hann setti þetta inn í handritið á mér áðan. Lögin að Sveppa, þegar við höfum vist að fara yfir þau eitthvað líka. Ég var að gefa út plötu. Ég veit það, til hamngi með það. Þar semjum við lögin. Og veistu hvað lög hann er búin að setja hérna inn á beddan hjá okkur? Nei. Annað heitir Kassi Kassi Bali og hitt heitir Rottulagið. Tvö legendary lög sem við fáum að heyra á eftir, en nóg að mér. Já, nóg að mér, það er þetta rétt. Svo voru náttúrulega með Sjómla. Ég gleymdi því að senda textana því það ekki. Jú, smá í Sjómla og Crazy Bastard. Sló í gegn. Hvað heitir nýja lagið hjá þér? Það heitir Við stingum af. Við stingum af, ok. Yes. Og sáu þið ekki á Instagraminu hér er ekki að gera vídeo eða? Jú. Sýndist það? Rólegur stalker. Já. Jú, við fórum að taka upp. Sástu mig í rauninu þegar þú var að taka upp? Já. Með kleinur ekki og kíki? Það var fótabomba fyrir aftan okkur. Þú ert ekki að velja það. Já, við tókum upp vídeo á laugardaginn og svo var svona aðaldagurinn á sunnudaginn. Það var með 6 dansari með mér og við fórum bara austur í Mýrdal og vorum allt þar í kring bara að dansa í 16 klukkutíma. Ok. Og já, og svo erum við að fara eftir að klára að taka nokkuð skot. Og hvenær verður tilbúið vídeo? Við stefnum á, innan við 2 vikur. Já, ok. Leifa strákunum að vinna þetta almennlega og... Hefur ekki að tekka á laginu? Jú, er það ekki bara? Já, við viljum samt ekki að sleppa þið strax. Nei, ok. Þú maður að heyra hér nýja lagið, kynntu inn, Unnur. Þetta er nýja lagið mun að gerst það heitir Við stingum af, gjöru svo vel. Vel gert. Þetta er alltaf inn í útvarpi.
hér. Frumflutningur í FM 95 Blö. Við ætlum að ræða aðeins betur við Unni eftir örskamma stund við skuldum auglýsingar og ætlum að leyfa þeim að komast að fyrst. Túborg kynnir B5 næstkomandi 5. dagskvöld. Hreimur, Vignir Snær, Biggi Kára og Benni Brynleifs ætla að keyra þjóðhátíðina í gang á B5 á 5. dagskvöld. Lífið er yndislegt á B5 með Túborg. Fjörið hefst með Túborg. NetGiro er nýr greiðslumáti á netinu. Verslaði þínu uppáhaldsverslun án þess að gefa upp viðkvæmar upplýsingar. Reikningur birtist í heimabanka og greiða þarf innan 14 daga. Viðskiptavinir fá því vöru afhenta áður en greitt er. NetGiro, einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Mýrarbollinn verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara drullusvað. Múkisson, Jónas Sig, Sníglabandið, Retro Steffsson og fleiri. Glæsileg tónlistardaskrá á Ísafirði alla verslunarmannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolti.is. Drullaðu þér vestuð. Show me the money! Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál. Ert þú í fjölskyldualbúmi Prins Bólo? Prins Bólo, hluti af fjölskyldunni. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pizzu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Túle léttöl kynnir. Úti átíð í miðborg Reykjavíkur á Dillon verslunarmannahelgina. Framkoma, Botleðja, Brain Police, Leaves, Glasroka og Crew, Dimma, Esja og Herbert Gummarsson ásamt mörgum öðrum. Ekki bara gott fyrir tennurnar, heldur líka gott á bragðið. Mentos tyggjó. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Temdu apa hvað er gott. Við sittum hér í stúdíónu. Ég, Sverrir Þór Sverrisson og Unnur Eggert til hamingju með nýja lagið, Unnur. Takk fyrir. Ljómandi fín. Já, svona. Takk fyrir. Sömmar í þessu. Já. Sumarsmellur. Þetta er danslag, ekki? Hún var á að dansa við þú varst þetta fulli í stólinu að dansa. Já, maður smelli fingrum í takt. Já, ég fíla. Hvernig er þetta nýja klippingin á Sebba? Ég verð að segja að ég sakna krullunar. Krullunar eru góðar. En þetta er sumarlegt. Hann er orðinn svolítið tjókó. Já, hann er nú alltaf tjókó. Það veit að það undir niður er löðunandi tjókó. Já, maður sem svaf með nælonsokk til að reyna að sletta á grullunum sínum tíma. Já. Aldrei gleyma því. En þú veist ekki hvernig vídeo verið tilbúið? Herðu, nei, ég vona að vera tilbúið sem sagt förstu daginn eftir viku og það var að frumflytt hérna á Vísi. Ok, nice. En eftir hljómsveit? Nei. Hefur þú verið í hljómsveit? Ég var í hljómsveit í Verslón, hétt Unnur og Reðurguðirnir. Sem var sem bara svona skólahljómsveitin. Við vorum alltaf að spila böllum og eitthvað svona. Það er töff. Unnur og Reðurguðirnir. Það er eitthvað að það. Það er allt í þessu. Það er flott. En hvað eins og ef þú ferð að spila, segjum að þjóðtíðanefnd myndir hringja í þig og vilja fá þig til þess að koma og syngja. Hverju myndi að vera að spila með á sviðinu? Er það bara eitthvað sem þeir að græja hverju sinni þá eða? Playback. Já, ég verið að syngja svolítið í sumar og þá er það bara playback og ég reyna að taka alltaf með mér 2 dansara. Okay. En ég vil líka vera að fara bara með pappa, bara eitthvað svona akústik. Það var hann á gítari, við tökum akústik versjón af þessum lögum. Fórum að elli heimilin daginn. Pappa er tónlistarmaður sem sagt? Hann er bara ekkert þekktur. Það er ekki gefist út, en hann er frábær tónlistarmaður. Eggert hérna, gítarleikari. Hann er líka hljómsveit. Ég veit ekkert, hún er bara... Það er svona húsband N1, það heitir Heavy Metan. Hann er svona alveg jafn mikill lúði og ég. Þannig að þið farið saman og spilaðu elliheimilum? Nei, við gerum það einu sinni. Spennandi helgar.
Það hljóma vel maður. Við fórum, amma er ekki svona eldri manna blokk og við fórum daginn þegar þau vorum með bingo og voru blindfullt að drekka rauðvín og eitthvað. Þeim fannst þetta æðislegt, sko, ég sá þetta svolítið fyrir mér að pappina svona gottu með mér hérna að spila. Æ, pappi, hættum þessu. Pappi voru fullur, hættu. Eitt helvitis bingoði. Einhverju elli heimilablokk. Það heilablokk, þannig að svona eldri menn hafa gamla að spila gítari fyrir framann áhorfendur. Já. Þannig að þú veist ekki hvort það er að koma plata en það er að koma vídeo. Já, það er að koma vídeo. Það er líka bara fleiri lög á leiðinni. Já, glæsilegt. Þannig, það er alltaf eitthvað. Það vantar fleiri svona ungar íslenskar söngunar. Sveppi ekki nóg. Já, Sveppurinn með sín lög. Kassi Bali og Rottulæði. Rottulægir. Hvað er Rottulægir? Ég er nefnilega að hugsa fyrst sko... Fjallar ketti. Já. Hann fjallar Rottu sem lendir í vanda. Hún fjallar gráðu á Rottu. Þú veist hvað ég meina. En Unnur, alltaf gaman að fá því heimsókn og við Ósku er allsins besta með nýja lagið og nýja vídeóin. Takk fyrir kærlega. Gaman að fá því maður. Herri, takk fyrir mig. Við minnum á vídeo þegar það kemur. Þú verður að henda þessi aðspilun þessu lagi. Já, við þurfum að fylgja þessu í gegn. Svo fyrir líka ákvæmsam að þá ert það skemmt á þjóðatíð en sem Sola styrði það ekki klukkan 10 morgun á sunnudeginum. Já, allir að mæta. Ég ætla ekki að vera leiðilegur en ég á örugglega eftir að missa þig. Hvað meinar þið? Hanna hér með We Found Love. Þið eru að hlusta á FM 95 Blöð. Þakkum inni aftur kærlega fyrir komuna. Skilja gaman að fá hann alltaf í heimsókn. Indísleg. Já, hún er eitthvað svo hress og lífsglöð. Og fínasta lag hérna hjá henni. Falleg maður. Já, hún á framtíðina fyrir sér. En við Sveppið þurfum hins vegar, við þurfum að hætta aðeins fyrr í dag. En áður við hættum að þá sko ok, þannig að þú heimtar, þú vilt frekka fara hérna í lögin. Við erum að fara að ræða. Já, ok, ég skal hérna... ræða plötunum. Ég skal play along, eins og ég segja. Hvað vilt það ég geri? Hvað varst að segja? Nei, bara þetta er alveg skemmtilegt. Á ég að tala við eins og sé tónlistamæður, eða? Nei, alls ekki. Ok. Þú þarf þess nú ekki. Nei. Talaðu bara við mig sem mannesk sem ég er. Ger ég það ekki alltaf við það? Og berðu virðingu fyrir verkum mínum. Ég hef alltaf borið virðingu fyrir þér og þínum verkum. Já, talandi verk mín, þá gáðu við út plötu við Villi, sko. Já. Og þetta var plata vikunar á Rástöðu síðustu viku. Sveppi og Villi búið til plötu. Já, og það eru lög þarna sem að þjóðin þarf að heyra. Já. Ég ætla að leyfa þér að heyra, þú ert nú svona ballaus. Já. Skilurðu? En okkur þarf ég að heyra það ef ég er þetta ekki svona... Er þetta ekki krakkaplata? Þetta er fjölskylduplata, þetta er alveg skemmtilegt. Ok, en ef ég er ekki með þetta einn á rúndunum, fjandinn, eða? Já, sko, ég get sagt... Myndir að hvetja mig það, ég væri einn bara á bílunum mínum að rúnda með þetta í gangi? Ég þekki einn ballausan og konulausan mann sem er með þetta í bílum hjá sér. Það er ekki ég? Nei. Það er Sverrir Bergmann. Já, ok. Og hann sendi mér bara SMS daginn, bara þetta er snilld. Já. Popplægið er uppáðslægið mitt, eitthvað svona. Já, en þú veist náttúrulega hvernig Sverrir Bergmann er. Já, hann er fagmaður. Þú veist hvað hann er að gera þegar hann er að rúnda með þetta á? Nei. Hann er að leita sér að fór... Nei. Hérna... Krakkar, hlusti hvað ég er með henni bíl. Ok. Þetta er ógeðslegt. Já, kæru hlustendur og... Og hvað vill það gera? Hérna eru 2 lög. Já, hlustum á þeim, Já, bara einhver svona úr þeim aðeins. Alla, byrja, hvað ertu með hana? Ég er með Rottulæði og... Já, Rottulæði, það er snilt. Hvað byrja því að? Ef ekki að hlusta, já, hlusta það svo, það er gott sko. Leifum hlustendur svona, gefa hann smjörþefin af því. Þetta er... Já. Ok, þetta er Rottulæði. Hlustaðu nú! Langt í burt bjó lítil rotta. Hún bjó í landi mikl og svotta. Hún var að prjóna heljar peysu. Þegar hún fekk svona hintalega magakveisu. Ég myndi fíla þetta þegar ég var 5 ára, ekki lofa. Búba búba lúpa skrúpa já. Samdur þetta sjálfur? Þetta samdur við Villi. Ok, þetta er alveg, veist, þetta er rest, skilur þú veist þér ekki að rakka niður tónlistina henni. Ég er bara að segja hún ákast gengandilega heim á FM. Nei, alls ekki sko. Nei, eins og til dæmis ef það kemur Holy Grail með Jay-Z. Já. Þá getur þetta ekki verið næsta lag. Beint á bossan reis, stóra strumpa plástur. Þetta er Rottulæði, þetta er hérna... Þetta er Rottulæði, þetta er okkar svona... Hvað er að gerast í lífiðinu þegar þú segir með þetta? Þetta var í þættinum, barnaþætti á Stöð 2, þar sem ég breytti Villa í Rottu. Og hringdi Meindireiði og baði hann að eyða honum. Já, þetta var ekkert eitthvað svona, þú tengir þetta ekkert eitthvað við svona sem er að gerast í lífinu hefur eitthvað. Nei. Þú veist, líður eins og Rottu eitthvað svona.
hvenær líður manni eins og rottu? Ég veit það ekki. Þegar maður geta rusl. Já, klaga eitthvað. Þetta er gott lag, þetta er svona flaggskip, sko. Já, hefði þetta verið fyrsti singullin á plötunni? Hafði hann verið svona í spilun hér til þeim? Já, þetta er lag nummer 1 hjá okkur þegar við erum að skemmta, mjög skemmtilega, sko. Okay, og svo gaman þegar krakkarnir taka undir og svona. Auðvitað. En að ég gefa kassa bala líka smá, eða? Já, þar þarftu bara að íta play og þögnin tekur við. Þetta eru lög sem er á plötunni og hún er bara til sölu út um allt. Og þetta er beint í bílinn plata, sko. En hvenær er hvenær er útgáfa tónleikar? Ég veit ekki, nefndi ekki að pæla í því einhvern veginn. Við tökum það í haust. Já, ok. Ætlar þá jafnvel hörpuna? Já, ég væri til í hörpuna. Kertaljós og setja þetta í svona aðra búninga? Já, og það er lag þarna sem að býður upp á, kallakórinn Fóstbræður. Það er ekkert annað. Ég sé þá fyrir mig labba inn og syngja poplæð til dæmis. Já, það er enda spáðið að eins og þessi lög sem við höfum gefið út, sem nú svona öðru það er kannski ekki endilega krakkalög, en eins og til dæmis bara Crazy Bastard og Sjómle og FM95 blöðlag. Það eru ekki að fara að setja það í svona píjónuútgáfu og vera með kerti og eitthvað. Já, svona eldhúspartí. Já, svona hægjaði niður og eitthvað. Já, ég er til. Það er leika okkur með það. Já, það er alveg þetta að fara að gefa þeim aukalíf. Þetta voru lögin Rottulagið og Kassi Bali. Já, þetta var stuðlaga hot sveppakrull á þriðjudegi, maður. Já, veistu það, ég skal samt gefa það. Stuðlögin þín eru betri en stuðlögin að skils. Já. En talandi stuðlögin að skils, þá frumflytjum við einmitt á morgun hér í þættinum við Pétur, nýja lagið hans. Hann er búinn að taka Án þín, slagarann, sem að Sverrir Bergmann gerði, ódöðlegan hér á sínum tíma. Er hann búinn að taka hann? Nei, búinn að fá okkur að hjálpa þetta, þú veist hvernig þetta fíbl talar, hvað maður að segja, skilur. Hann allavega er með nafni sitt við þetta, gefum honum það. En við Sverrir Þór Sverrisson erum hins vegar að kveðja núna hér í FM 95 Blu. Við varum mættir annað eftir 10 mínútur og við gátum ekki fengið okkur frá því miður. Þannig að við ætlum að kveðja ykkur en við verðum mættir hér á morgun, ég og Pétur. Takk kærlega fyrir hlustun í dag. Sveppi, takk fyrir daginn. Þetta var þétt nettur pakki. Já, þetta er búin að vera að sprengja til 5:30 og með þess að rúmlega. Við ætlum að enda þetta. Það er hægt að hlusta á þáttinn á Vísi.is og FM fyrir þá sem eru útlandum. Endum þetta á Miley Cyrus. Takk fyrir daginn, Krull. Takk fyrir að hlusta. 957 og Pepsi Max. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Stuðmenn og sálin verða á Þjóðhátíð í Eyjum. Náður í mið á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Nýtt í bíó. Only God Forgives. I've just traveled 10,000 miles to see the corpse of my firstborn son. Frá Nicholas Winding Refn, leikstjóra Drive, kemur spennumynd með Ryan Gosling í aðalhlutverki. Only God Forgives. Frumsýnd 31. júlí í Laugarásbíó, Háskólabíó og Borgarbíó Akureyri. Þeir sem eru skráðir til leiks í áskorandaleik Orkunnar auka líkur sínar á því að komast í vítaspyrnukeppnina gegn David James með því að kaupa eldsneyti eða veitingar á einhverjum af okkar 67 orku- og sélstöðum land allt með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs í júlí og ágúst. Orkan. Epli, Laugavík og Smáralind. Sjáumst á útihátíð í miðborg Reykjavíkur verslunarmannahelgina á Dillon í boði Thule léttöl. Halló, allt fullt af stimplum. Skilaðu vegabréfinu á næstu þjónustustöð N1 þegar það fyllist. Þú gætir hreft stóravinningin. N1, meira í leiðinni. Belgískur súkkulaðís. Jójó. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu, á FM 957, FM 95 Blu. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is, Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hauti og Sveppi í FM 95 Blu.
The Other Side, FM 95 Blö búið í dag, þurft að hætta örlítið fyrr Sveppi og Öddi en minna sjálfsög þá félag Öddi og Pétur á morgun klukkan 4. Þátturinn fyrir líka á vísir.is mjög svo fljótlega fyrir þá sem að mistu af honum í dag. Annars það Rikki G sem tekin við á þriðjudagskvöldin. Það heitur dagur hér í höfuðborginni. Like my card ain't got no limit. Got some friends that play in football and some friends that play in cricket and a mistress that is fine. Ég farin að kalla okkur vel flest þeir sem eru að minnstakost á leiðin á þjóðatíð og ég heldur sem meira að kalla þá sem eru svona tvístíga í að fara og þegar þeir fá að heyra eitthvað svona lag þá verður þetta ennþá erfiðar að sveimi þá auðvitað þjóðatíðalagi 2003 þetta er 10 ára gamalt lag frá Skímó frumur þjóðatíð eða lagið heitir brandið kallast Áhöfnin á Skímó höfum það alveg á hreinu en nú það bara þjóðatíð, það eru bara nokkru dagar í þetta, 2 dagar í húkaraballið, dríðin á fm957.is, þú getur meðal annars unnirinn frábæran tjaldpakka frá Renta Tent og getur líka nættir í frábæran þjóðatíðapakka og allt saman inn á fm957.is og sannlega til mikils að vinna. En FM95 Blöð þeir hættu í fyrralagin í dag en Öddi og Pétur verða hér mættir klukkan 4 á morgun. En þetta var svona það skemmtilegasta sem að þeir Sveppi gerðu í dag. FM95 Blöð á FM957. Þú varst að segja um daginn að það væri komin tíma á svona kona sem væri búin að ganga í gegnum allt með börnin sín og svona. Það væri komin tíma á að svoleiðis kona myndi tala við unglinga landsins með reynslu. Hvað viltu segja við unglingana núna fyrir Versló? Ég hef aldrei rætt það við þig, vinur. Aldrei. Hvað viltu segja við þess að krakkar? Það er ekki að reyna að tróða einhverju upp á mig sem að ég á ekki, sko. Nóa sæn er ég samt. Já, en hefurðu farið á þjóðatíð? Hefur ekki hitt mig á þjóðatíð, eða? Ég reyna að fá þig til að tala við your fans. Varstu mikið í skemmtistaðarsleikjum, mamma? Hvað er að? FM95 Blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Eldhúsið okkar opið alla daga 11:30 til 21. Glæsileg útiaðstaða við Austurvöll. Home. Austurstræti 12. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. Farðu á fjallahjóli þvert yfir landið. Notaðu orkuna. Euroshopper. Alvöru orkudrykkur. Útvegsmennatíð. Það er engin kvóti á bátunum hjá Hlölla. Hlöllabátar, komdu borð. Apótekið býður þér 20% afslátt af Nicotinell Fruit. Stundum þarftu smá lán. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur og þú getur endurgreitt lánið fyrr en samið var Múla.is. Peningar á mannamáli. Þú ert að hlusta á FM95 Blöð. FM95 Blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM